Tryggvi Þór Herbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lánaði sjálfum sér tæpar 26 milljónir út úr einkahlutafélagi sínu til að fjármagna kaup á kjallara í húsi sínu. Tryggvi Þór segir ekkert óeðlilegt við lánið sem sé viðskiptalán. Þorbjörn Þórðarsson segir frá þessu. Félagi Varnagli var í eigu Tryggva Þórs Herbertssonar alþingismanns meðan hann var forstjóri Askar Capital. Þetta félag var fjármagnað með lánum frá Askar Capital og Glitni banka. Fram kom í DFF í dag að félagið hefði lánað eiganda sínum, Tryggva Þór, 26 milljónir króna svo hann gæti keypt kjallarann í húsinu þar sem hann býr. Lánveitingar til hluthafa eru ólöglegar nema sé að ræða viðskiptalán, en það eru lánveitingar sem eru liður í starfsemi viðkomandi félags og teljast venjubundin fyrir starfsemi þeirra. Var þessi lánveiting liður í starfsemi Varnagla? Já, þetta lán sem sagt viðskiptalán og það útbúið með lánasamningi og það gert með vitund lánadrottna. Og það kannski svolítið merkilegt hvernig þessi frétti í dagblaðinu í morgun kemur til að þetta partur af þessum stolnu gögnum sem drengur sem ekki orðin sjálfráða seldi DFF og það verið að reyna að gera eitthvað misjant úr þessu en ég get fullvissað að þetta algjörlega lögmætt. En var lánveitingin liður í starfsemi Varnagla? Það eins og ég segi að þetta lánsans til mín, viðskiptalán til mín og eitt af hlutverkum Varnagla lánastarfsemi eins og flestra annarra félaga og þetta flokkast tvímælalaust undir viðskiptalán. Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra ekki að rannsaka lánveitingar til Tryggva Þórs, samkvæmt upplýsingum Fréttastofu. Lánið til hans á gjalddagi í júní, en ætlar Tryggvi Þór að borga lánið? Já, auðvitað, ég hef alltaf greitt mér lán.